Strákar, Óskarinn 2025 Ég hélt að við næðum ekki að gera hana þátt fyrir Óskarinn, því við erum að taka þetta núna á föstudegi. Óskarinn bara eftir 2 daga. Og þetta er svolítið smá klikk hjá mér, ég bara var ekki laus fyrir eiginlega núna. Við náðum að búa til eitthvað tíma fyrir þetta, svona eitthvað vesen að sjá allar myndina. Ég vil frekar kenna því með þér. Já, ég kenna það. Takk, Teitur, takk. Ákveðin dreifingar aðalega skít upp á Já, þetta er þeim að kenna. Já, segjum það bara, strákar. Já. Ok, áðunum förum í Óskarinn, sem eru auðvitað þessi þáttur. Ég ætla að reyna að hafa styttri en í fyrra, þetta var 4 klukkutímar fyrra. Það er nefnilega nokkra leiðilega myndir í það. Þetta er ekkert spes. Við vorum að tala um það, þetta er ekkert spes line-up. Og ég sagði þetta við ykkur fyrir podcastið. Ég var svona nálægt í, fyrir ykkur sem eru að horfa, ég var svona nálægt í að cancel þessu þætti. Að ég tók 3 í röð og þær voru allar svo leiðilegar. Ég misti bara trú. Best picture. Ég misti bara trú á kvikmyndum eru höfuð. En svo kom 4. myndin sem að ég horfði á eftir þessar 3. Ég bara svona, ok, loksins fekk ég góða mynd. Forvitin, hvað þetta tala um, sko. Já. Hvaða 3 myndir og svo hverju segir mér? Ok. Mér finnst það allt Hver er bjargvætturinn? Já, 11 þess vegna. Kemur allt í ljós hérna á eftir. Þannig já, mitt plan er að hafa þennan þátt bara í, þetta er bara 1 partur, það verður ekkert 2 parturar. Rúlum þessu gegn, að ég er með smá surprise eftir þennan Óskarsþátt. Það getur ekki verið eitthvað quiz ef hann er með. Nei. Þá er hann kynnir, sko. Þá er hann ekki að taka það. Eins og þið vitið. Og ég ætla líka bara að ítrekka núna fyrir mína hlustendur eða áhorfendur. Eða áhorfendur. Þeir sem eru að fylgja mér á Instagram vita að ég er náttúrulega búin að vera að gefa þess færið þetta út og ég er ekki lengur minna að sponsa, þannig að þetta er bara vilt af vestrið. Þið getið sagt hvað sem er, strákar. Til endi ekki vissinni. Eins og það er líka verið eitthvað issue hérna á þeim. Nei, þannig ég er að gefa út aðeins færið þetta og ég er líka að vinna, ég er búið til spil. Ég vil að gera spurningaspil og gefa út fyrir jólin. Yes. Ég er búin að semja spurningarnar. Bíómynda spurningaspil. 1000 spurningar. Bæng. Það voru alveg spil. Og mér langar að testa mig ykkur. Já. Með honum samt. Með ykkur 3. Megum vera saman í liði. Þið megið alveg segja, hei, tökum bara Óskarsþáttinn og gleym hinnu. Ég verð ekki sár. Þá bara testa þetta með einhverjum öðrum. En þetta er ekki official keppni. Einn og stressar, ég sé hann. Hann er stressar. Bara axla hnúta. Hann líka yngri en því og svona. En það er ekkert sko, þetta er ekki official keppni. Mér langar bara að leiða okkur að prófa spilið sjálft. Og mér langar líka bara að lesa upp spurningarnar, heyra svona hvernig það hljóma og svona. Og leiða auðvitað mínum áhörendum og hlustendum að fá smá bragð af þessu spili. Sko, to be fair, þú veist, þegar þú hefur tekið spurningarnar yfir árið, uppgjörið, þá hafði ég nánast bara náð öllu rétt, sko. Þú veist, ég er alveg up to date with the times, en þegar við fyrir tímana og svona... Þetta er bara aðliða kvikmynda spurningar gerir ég ráð fyrir. Já. Nice. Viltu fara að byggja þeim núna? En það sem ég ger örugglega, ég hef þetta bara svona sérþátt. Kannski við þetta bara hálftími eða eitthvað, þetta er bara svona smá, upp á gamanið. Og eins og ég, mér langar líka bara að það fólk sem hlustar á þáttinn fá hans að heyra hvernig spilið er og hvað pælingar ég með. Ég er búin að semja allar spurningarnar, auðvitað eftir að breyta einhverjum spurningum. Ég er næst búin að lesa þetta aftur yfir og þá koma ákveðna breytingar sem áttu sér stað. Að ég hef kannski með, þú veist, Will Smith var svarið 4 sinnum eða eitthvað, þannig að ég er svona, ég set frekar hérna, hann vantar Samuel Jackson eða eitthvað. Þannig ég fór svona betur yfir þetta, það er svolítið erfitt að gera svona margar spurningar, það er mjög skipulaður. Þannig ég átti að lesa aftur yfir, mun kannski eitthvað breytast, en þessi flokkar verða. Og þetta eru 8 flokkar. Okay. Þannig að 1 run er, þú veist, Egill fær 8 spurningar. Ísrael, þú fær 8 spurningar og Teitur 8 spurningar. Þannig að það er 1 run. Við getum auðvitað alveg skipst á, Egill tekur 1 flokk og svo Ísrael skiljið og klárum þetta þannig. Ég fá hringi vin og hringi hann. Þú getur pikka Ísrael. Og það er sá sem vinnur, já, alveg cool að vinna, en þú veist, ég er ekki minni veluna neitt. Þetta er svona unofficial quiz, ekki quiz þáttur, þetta er svona meira på tjóki. Og ætlar að byrja þessu? Fyrir að þið.
Ég veit það ekki. Ég er búin Vil maður byrja á niðurlægingu eða eftir niðurlægingu? Gott að byrja á þessu, þannig að hann getur gefa okkur eitthvað eins. Nei, ég veit ekki, þú ræðir. Whatever. Ok, viljið þið taka núna upp spurninga á því? Bara sem virkar betur, sko. Ég er bara... Alveg sama, þú Alveg sama, ég ræðir. til. Þetta er þinn þáttur. Já. Maður verður flengtur alveg að fast, sko. Skiptir ekki bara hvort það sé núna öll. Við verðum að sjóaðir við mikrofónuna eftir þetta, en þú veist... Þið er að keppa? Ok, fyrstulega, hafið þið áhuga á að keppa í þessu? Já. Ok, Gerum það eftir þetta. Gerum eftir þetta, ég er alveg til það, skiptir ekki máli. Það er mikið meiri sens. Að því líka, ef að þú segjum að Ísland rúst ykkur, segjum það. Sem hann mun gera. Þá eru þið að fara inn í Óskarsþáttinn, kannski svolítið down. Já, það er leiðilegt. Það er leiðilegt. Það verður ekki eins leiðilegt eins og 3 myndirinn. 2 á móti 1 er líka option. Já. Já. Þá er það kannski séns, sko. Ok, já, þið viljið kannski fara út í eitthvað svoleiðis. Eða ég og Ísland saman í liði, ég á móti ykkur. Já. Það er samt í spurningarna. Will Smith. Ég er líka með svör. Það er engin Will Smith spurning núna. Og líka, bara taka það fram fyrir ykkur sem er að hlusta að horfa þannig þátt. Ef þið viljið fara alveg clean í þetta spil sem kemur vonandi út í október, þetta er ekki sem fyrir jól, þá hættið við að hlusta á þáttir sem við erum að gera. En þetta eru bara einhverjar 50 spurningar eða eitthvað af 1000 sem út með hér. Já, sem ég er með hér og við sjáum bara til, kannski gerum það ekkert allar, sjáum bara hvað þið viljið, hverju þið nennið, en við skulum kannski ákveða það fyrir ánum byrjum að spyrja því að það er leiðilegt ef að Náum við ekki 50 spurningum? Jú, ég skal gera þetta allt. En sjá, ég setti þetta allt sín á spjöld. Já, þetta er ekki að maður. Bíóblaðið, spurningar. Og verður þetta... Bjöggi vinnur minn gaf mér þetta. Já. Hann fær props hérna. Flott Bjöggi. Sjátt okkur. En þannig að, og hérna eru svo að, þetta eru þá 8 spurningar og allir flokkanir. Þetta er gert. Svo sé ekki eitthvað svona, já, þú vissir að Ísrael fengi þetta spjöld. Þið veljið bara spjöldin. Ok. Þið náttúrulega með ekki sjá hvað er á þeim, en þið bara velja eitthvað spjald. Ok, en sko, ef við gerum þetta eftir á, er það kannski bara að hugsa þetta allan þáttir? Við erum búin að tala þetta mjög. Ef við kannski bara að klára þetta. Ef við að klára þetta. Ég bara, þú ræður. Ok, klára þetta bara, að ég er þetta líka spenntur. Ég er búin að eyða ekki miklum tími í þetta spil, en ég hef ekki svona officially, nú er ég að taka þetta upp, ég hef aldrei gert það áður með spilið. Er þetta testið í fyrsta skipti bara núna alveg? Ég testa þetta einu svona áður með nokkur strákur sem hafa komið í þáttin, ég tók það ekki upp, þetta var bara heima á félagum mínum. En ég er búin að breyta spilinu síðan þá. Þú veist, það var alltaf einn flokkur sem var sjónvarserjur. Já. Og ég var búin að semja 130 spurningar fyrir það, svo kipti ég út úr spilinu. Vel gert. Ég líf þetta til. Ég er alltaf geðveikur. En já, ég kipti út úr spilinu því ég vildi hafa þetta bara bíómyndaspil og ef vel gengur og þeir sem verða að hlusta núna, endilega styrkjum í þessu og kaupið spilið það kemur út. Við erum aldrei að fara að kaupa. Já, þið verða að gera. Hötti félagin er að hanna spilið, hann er grafískur hönnur og frábækur í þokkabót. Og ég er svo spenntur fyrir þessu, það verður geggjað. En ég tók þann lið út, að því kannski setna mér, ef þetta gengur vel, þá kannski gefið ykkur aukapakka. Þá getur verið einn aukapakki sjónvarserjur. Skiljið. Flokkarnir. Þetta skiptist í. Við skulum ekki dega ómæklu tími í þetta, en þetta er gaman. Ég elska quiz þetta, þeir eru rosa vinsanlega hjá mér. Þetta er ekki Óskars quiz þáttur, en svona smá, fyrst ég með ykkur hérna, smá blandibóka. Ok. Þetta er 8 flokkar. Og pælingi mín er að hafa í rauninni svo 3 bunka, þannig að þegar þið opnið boxið, það er ekkert borð, það er engin kallar að fæða en eins og leiðis, þetta er bara spurningar. Svolítið svipað pubquiz. Þegar við örgulega spilaði það eitthvað síðan, sem Björn Bragi og Kók gefa út. 3 bunkar. Og fyrsti bunkin er hugsaður sem svona aðeins léttari. Og bunki 2 er svona aðeins erfara. Og bunki 3 er svona, það var stóðlega svona bíónöfn svona. En ekki, þú veist, ég er ekkert alltaf að spurja, þú veist, hver farðaði, þú veist, DiCaprio í Shutter Island. Ekki það hann myndi vita, það var tekist Óskarnum, sko. Þetta er ekki þannig, auðvitað átt að vera skemmtilegt og ég vil auðvitað að þið getið svarað flestar, ég er gaman að fyrir spurningarspil og veit ekki neitt, en ég er samt að vona að þið veit ekki alveg allar spurningarnar. Ég er mjög spenntið fyrir þessu. Ég gleymdi reyndar, ég ætla að taka með mér hérna penna, en ég skal skrifa bara í símann. Ég var að tella stígin. Já, þetta var grímspurning. Why not? Þú veist, þú ert að tala um að við erum ekki að fara hérna í einhverja bjöllu grípa fram í. Nei, það er ekkert svoleiðis. Það er svona, þú spila bórspil með klárast af vinninu, þetta er keppni annarssæti, sko. Já,
En sko, mér veist, ert þú líka þannig? Heldur að Ísland sé bara að fara að rústa þessu? Ég skal nánast, ég skal lofa þér svona svipað eins og, já. Það væri skrítið ef þetta ekki Ísland 1, Teitur 2, ég 3, sko. Það kemur ljós. Þetta kemur allt í ljós. En Egill, þú ert kvikmynd áhugamæður. Ég vil sjá þig svara allan einhverjum. Já, ég vona það, annars bara kemur aldrei aftur. Og hvað er það? Það var að pass og svo næsti? Sko, það sem ég er að bæla, ég á að hafa það, þið ráða núna, viljið þið hafa með að megi stela stíl? Hvernig hugsaðu að þú ert í spilinu sjálf? Er það þannig? Hvað eru leikreglunar? Sko, ég ætla aðeins að setja það á okkur blað, en þetta er mjög opið. Okay. En leikreglunar eru þannig að það bara skiptist á að svara. Þegar ég veit að spila pubquiz með sérstaklega foreldrar mínum upp í bústað, þá fæ ég bara eitt run. Ég fæ bara öll spjöldin og ég bara svara eins og ég get. Svo bara stígin. Svo er mamma mín, pappi, fatti. Svo bara, eftir 5 umferðir eða hvernig sem það er, þá bara telur stíðin og svo fekk flestu stíðin vinnur. Já. En eigum að hafa sett að stela. Það sem ég meina með því er að ef Egill har spurningu, hann veit hann ekki, má þá Ísrael reyna svarinni, og ef hann veit ekki, þá má þú mér svarinni. Já. Ef þú veist ekki eitthvað... Skemmtilegt. Já, það með ekki sens. Konga. Egill er... Sérðu eftir ég hafa komið, Egill. Pínu núna, sko. Vil ég heyra flokkana? Já, góðum að. Þannig eins og ég segi, nefndi á, það er pælingin, þetta er 3 bunka. Það er misjant hvað er margir flokkar á hverju spjaldi. Ég vil ekki sjá það. Létta spjaldið, eða léttara, og ég álíka þetta að fínbúst þetta aðeins meira. Þetta er ekki alveg tilbúið. Ég raunin bara almenna spurningar, það getur alls konar. Veldur rétt, allan það heiti það núna, kannski breytir líka til því, þá fáðu 4 valmöguleika. Þannig að spurningu, 4 valmöguleika. Svo eru konið miðflokkin, Íslenskt. Oh my god. Íslenskt. Oh my god. Íþróttamyndir. 90s. Þetta eru flokkarnir. Íþróttamyndir, þetta er bara flokkur. Oh my god. Okay. Þriðja spjaldi, það var eitt flokkar sem heitir leikstjórar. Ok. Úr hvaða mynd er þetta? Það er setning eða setningar eða eitthvað. Og svo ártöl. Já. Þannig að ef ég spyr ártöl, það er bara í ártalsflokknum. Það kemur aldrei ártalsspurning í almennu spurning til þess. Það kemur aldrei leikstjórarspurning nema í leikstjórarflokk. Þetta hljómar Íþróttamyndir. Þú ert með, sorry, ég spurði þig aftur hérna, þú ert með heildar, það er, þú veist, þetta er spil, þetta er ekki svona eins og pubquiz sem heldur bara áfram endalust. Það verður ekki þannig í pubquiz. Það er þetta upp í eitthvað X. Upphætt. Þú bara hættir. Þú ræður. Það ræður sig. Ræðir. Alveg eins og þessu. Já, í rauninni. Eða þú veist, já. Ég elskar spurningaspil, en ég þoli ekki eitthvað eins og Trivial Pursuit, labba með eitthvað kalla okkur bla bla. Ég vil spurningarnar. Ég er bara spurningar og ég vil stig. Og ég er náttúrulega bara eins og með podcasti. Ég er bara að gera þetta sem ég vil hlusta á. Ég er bara að gera spila sem ég langar að spila. Við vonum það að hafa fleiri gaman að því. Og mér langar bara að heyra, þú veist, hvort þú fannst ykkur þetta skemmtilegt. Er þetta allt of erfitt? Er þetta allt of létt? Og þið náttúrulega eigið það samvelt að verulega kvikmynd áhugamenn, en það er líka skemmtilegt. Þið eru allir á sikkurum aldri. Förum að kýla á þetta, strákar. Eru þið spenntir? Já. Já. Hann er spenntur að vinna. Ok. Ég var að taka 2 umferðir. Ég er með nóg fyrir 2 umferðir. Já. Þetta með nóg fyrir 4? Nei. Nei, fyrir ekki 3. Bara allt sem er ready. Okay. Bara 2 umferðir. Okay. Hérna sjá þetta á borðinu, það eru spjöldin hérna. Ok, Egill, veldu þér bara 1 eða 2 og Ísrael þetta ekki það sama. Því ég náttúrulega með ekki sjá, því réttum með síðan bara. Ég læti alltaf aðra velja í spilum, þú veist, draga í Secret Hitler eða eitthvað, þá læti ég alltaf aðra og ég tek bara síðast. Ok, Teitur, þú fær þessar hérna. Höfum bara hjá þér. Þetta, flott. Ok, því náttúrulega kíkja ekki á þetta. Nei. Egill, ég ætla að leiða þér að ráða. Hver vilst að byrja? Hver vil ég að byrja? Ég vil að Teitur byrja enda á Ísrael. Teitur byrjar og ég dreg hérna þið sem eru að horfa á þetta á myndavel. Það er ekkert svindl í gangi. Ok, Teitur, ertu ready? Já. Fættist tilbúið. Ég þyrfti eiginlega penna, sko. Teitur með penna á okkur. Get sett í síman, sko. Stökka fram og... Magically shift penna. Ég svo satt nú á þessu hörð og farið hérna að ramagna okkur sem kjaftaði. Er penni hann á borðinu? Nú er fólk að klikast, nennir ekki að hlusta lengur á hana þá. Engin penni eða? Nei. Ok, farið mjög rólega fram.
Já, ekki bara streym. Herru, það er hana, já, er eitthvað hana onni, herru, nei, það er hana, eitthvað skápur eða hvað þetta heitir hana? Nei, hérna alveg við hurðina? Já. Eitthvað skúffað hana? Er eitthvað pennið hana? Ég þarf að klippa hennar þátt, við erum ekki bull í gangi. Þú ert náttúrulega búin að, sko, fyrstu 20 mínútur voru bara að þú Já, það verður ekki með í þáttunum. Ég myndi bara að hafa það inni, sko, mjög skemmtilegt. Er það bara... En engi penna að það? Já, næstu komið trélit. Sko, það skiptir ekki, ok, lokaði mjög, já, ok, fyrir eitthvað svona hlusta, það hefur stundum dott út hérna, ljósina dott út, eitthvað svona lesa. Ok, geggjað. Takk fyrir að redda þessu. Ok, stráka, förum að byrja þetta. Og eins og segja, þetta er bara bónus. Þess vegna líka að hafa smá auka tíma fyrir þetta. Svo heldur okkur í Óskarsdóti. Æði. Og þið þurfa ekki ágjörð þeir sem vilji bara helst Óskarsþáttin. Ég mun klippa þetta sem sérþátt. Teitur eftir tilbúin. Já. Ef að þú getur þetta ekki, þá far Egill að svara. Já. Ef hann getur það ekki, þá far Ísa að svara. Ok. Já. Teitur, árið 1900, þetta er almenna spurningar, árið 1987 kom út rómantísk mynd með Patrick Swayze og Jennifer Grey í aðalhlutverki. En myndin fjallar unga konu sem fellur fyrir danskennarnum sínum. Hvað heitir myndin? Hvað er arflug? Þegar maður situr þetta in the hot seat. Þú er aldrei komið í svona quiz þá. Nei maður, ég veit hvaða mynd þetta er hérna Flashdance. Það er rámt. Nei, þetta er hinn. Er það Dirty Dancing? Þetta er Dirty Dancing. Það er gæði sem vældi mest hérna. Sko, ég gerði í keilinu svona. Ég var allar leiðin í keilu bara stjóðin sökka og sé vanja, sko. Þetta er miklu betri rút, sko. Ok, bara damplega þessi fyrst. Teitur, önnur spurning. Þetta heitir veldur rétt. Þú fær 4 valmöguleika. Ok. Fær hann þá alltaf, eða fær núna í Ísrael? Ég segi að við sleppum ef ekki að sleppa þetta steli þessu, eða hvað? Nei, að því að þú veist... Já, 4 valmöguleika. Já. Það meikir ekki sens að sleppa því að stela því. Sleppa því. Ok, Teitur. Nei, en næst, mér er sanngjarnt að næst kannski fara Ísrael að svara, eða ekki? Jú, ok. Hver leikur aðalhlutverkið í Transformers myndinni Bumblebee frá 2018? Er það A? Ég veit þetta annars að það er að möguleika. Millie Bobby Brown, B. Hailey Steinfeld, C. Florence Pugh, D. Zendaya. Þannig að B. Hailey Steinfeld. Já. Það er rétt. Sko. Enginn að klappa hérna. Ég er bara að hrista hausin út að ég vissi þetta án sem er möguleikana. Ok. Íslenskt. Nú ertu tæknað sér komin í bunga 2. Oh my god. Ok. Íslenskt. Já. Og þú ert íslensku kvikmyndagerðarmaður, þannig að þú mér finnst þetta að geta svarað öllu þar. Já, eiginlega, sko. Hvað heitir leikarinn sem leikur Pál í myndinni Englar alheimsins? Ingvar Eggert Sigurðsson. Já! Þetta var auðvelt. Þetta var easy. Auðvelt. Besti leikar Íslands. Just saying. Shoutout. Smá shoutout á Ingvar. Íþróttamyndir. Ok. Ég hef gaman íþróttamyndum. Mér finnst þetta gaman, sko, því þetta getur verið þannig spurning. Þarft ekki að vera svaka nörd, þú getur giskað á. Sérstaklega ef að spurningi hljómar svona. Hvaða íþrótt er í forgrunni í myndinni Stick It frá árinu 2006? Oh my god. Aldrei heyrt þetta, sko. Íshockey. Íshockey! Rámt. Ísrael, erst þú með það? Nei, maður stikkið. Ég hefði giskað íshockey líka. Þetta er ekki íshockey. Þannig að ég var að segja, hvað heitir þetta? Bandi. Nei, ókvæmstæðandi bíómynd. Ekki bandi, Egill, erst þú með það? Ég veit ekki, ég vil ekki tefja þetta á mikið, sko, þannig ég segi bara handbolti. Út af hartbyxi sem maður setur á hendunar. Já, þetta er mjög gott svar. 5 leikar. Já, ég hef aldrei giskað. Ok. Stick the landing. Teitur, 90 spurning. Hvað heitir leikonan sem leikur Julie James í hryllingsmyndinni I Still Know What You Did Last Summer? Hætt. Nú þarf ég að muna hvor var hvað. Já, þessin er það. Þú er komin í bunga 2. Þetta er aðeins fyrir það sem að vita eitthvað. Shit, sko.
Sko, þetta annarkvort Jennifer Love Hewitt eða Sarah Michelle Gellar. Ok. Manstu ekki hvað leikur Julie James? Ég ætla að segja Jennifer. Það rétt hjá. Yes! Well done. Ok. Flott, já. Leikstjórar. Þú ert leikstjóri. Mér veist að þú er ekki að Þú ert að svara svara öllu. Oh my god, ég er nú stressað. Hver? Ég elskar að menn var að stressa þig. Það er svo gaman að vera spyrill, þá er alltaf ekkert stress. Nei. Af því ég hef líka verið hinum megin og það er stressandi. Leikstjórar, Teitur, hver leikstjóri Annie Hall sem kom út árið 1977? Woody Allen. Woody Allen er rétt. Ok, ertu tilbúin í þetta? Úr hvað mynd er þetta? Já. Og svo þetta er líka, þú veist, ég kannski þarf að stytta eitthvað að þessu, kannski breyta ykkur smá. Þetta er setning, eða svona smá, ekki beint monolog, jú, smá. There are 2 reasons why I'm looking at you like this. 1, because it seems in a few minutes you will officially be the only survivor of this train wreck. Unbreakable. And, já, ok. Ég hef ekki náða. Vel gert, vel gert. Ég er ekki náðan. Ártöl, uppáhaldsflokkurinn minn. Flestir hata ártöl, ég skil ekki okkur. Örgulega ekki þú, Ísrael. Það er mér fyrst að skemmtilega. Ég er svona sammálaðið þú, það náðum ekki rétt. Ok, Teitur, hvaða ár kom Fast Times at Richmond High út eftir Amy Heckerling? Ég ætla að segja 1983. 1983 er ránt. Egill, Enga hugmynd, þannig ég ætla bara að skjóta einu neða, 1982. það er rétt. Takk fyrir. Jöfull var ég nálægt í maður. Ég er nýbúin að horfa á þessa mynd. Það er gott að þú veist ekki spurninguna. Ok, Þá er fyrsta spjaldum mitt búið. þú ert búinn hérna, ég svo tel ég bara stigin eftir. Ekki að. Egill, það er komað að þér. Þú ert strax komið með stig og þú ert ekki eins og byrja. Kem ágætt lótur þessu. Og til að byrja með. Maður er þessi. Núna fer allt fyrir fjandans. Hann stilur. Nei, já, þetta fer fram og tilbaka. Já, það er fram og tilbaka. sjens. Þetta er allt sængjan. Ok, bring it on. Egill, ertu tilbúin almenna spurningar? Hvað heitir persóna Jennifer Lawrence í The Hunger Games? Katniss Everdeen. Egill, þú ert bara frá vinnið þetta, held ég. Ég var markhópurinn fyrir þá mynd. Einu sinni. Það er rétt. Ok, veldur rétt, 4 valkostir. Hver leikur Playboy fyrirsættuna Shelley Darlington í grínmyndinni The House Bunny? Ég sé þessum mynd. A. Anna Faris. B. Sarah Michelle Gellar. C. Michelle Williams. D. Lauren Ambrose. Og hver var spurningin aftur? Hver leikur Playboy fyrirsættuna Shelley Darlington í grínmyndinni The House Bunny? Ég segi bara D. D. Lauren Ambrose er ránt. Við ætlum ekki að stela þessari. Nei. Er það með, vitið þetta samt? Er þetta Anna Faris? Þetta er Anna Faris. Ég hef aldrei hægt um þessa mynd. Ég man, þú sagðir Anna Faris, þá svona... Já, þess er það. Veldur rétt. Já. Ok, Egill, íslenskt. Þú ert íslenskur. Já, Ég er íslenskur, en ég ætti að ná öllu þú rétt. ert nú nýbúin að útskrifast. Já. Hvað er það að gera maður? Kvikmyndaskóla Ha? Ísland. Já, Ísland. og þú ætti kannski að gera eitthvað á Já, Íslandi. Íslandi, já. Gefin spurning maður. Hlustu það nú vel. Ung kona ræður sig sem hásetta á fiskveiðibát. Þar sem fyrir er harðger og samheldin hópur karla. Smá saman kemur í ljós að plássið sem hún fekk losnaði vegna hörmulegra atburða. Hvaða mynd er verið að tala? Þarna, ég ætla að giska, hvað heitir hún? Whale Boat Massacre eða eitthvað. Nei, ok. Það er besta giskið mitt. Það er rátt. Nei, hvað? Reykjavík Whale Watching Massacre eða eitthvað. Já. Bara svo þannig að þið rétt og Já, það er rétt, en það er ekki svarið spurningunni. Ísæðist þú með það? Ég held að þetta sé brím. Það er rétt. aldrei náða þessu, sko. Ég sé þá mynd. Já. Ok, íþróttamyndir. Egill, hvaða bardaga íþrótt er í forgrunni í 80s myndinni Best of the Best? Barda íþrótt. Segjum bara... Örgulega ekki... Það eru til margar. Já. Mér finnst nokkuð góður að gefa það. Skilji, ég get að spyrja hvað íþrótt. Þetta myndir fara bara í boxi en það er svona augljóst eitthvað. Best of the best. Ég segi bara boxið, fuck it. Box er rámt heitur.
Hvað var þetta? Hvaða barda Barda íþrótt Já. er í forgrunni? Og ég segi forgrunni, því kannski er eitthvað hei, hann er að gera þetta í bakgrunni. Já, ég er ekki að spura um það. Í 80s myndinni Best of the Best. Já. Uppáhaldsmyndin á skóla. Skóli, ég veit út að hlusta á þetta. Já, best of the best. Hann var að tala eitthvað þessu myndin daginn. Og verður að checka hann, ég hef ekki síðan hana. Já, Teitur. Hvað sagði þú? Þú sagðir Hann sagði box. Box. Ég ætla að segja bara Kung Fu. Kung Fu er ránt, Ísrael, þú með það. Ég veit ekki bara þetta Gunnar Nelson dæmi, WMA hana. MMA. MMA, já. Nei, ránt. Taekwondo. Taekwondo. Ég Ekki séns. var nú ekki langt Þetta frá því. má líka alveg erfið. Þetta er gott. Egil, 90s. The First Wives Club kom út árið 1996. Glemdi hugmyndinni. Við satt ekki heyri Jú, jú, hvað er En það? myndin fjallar 3 konur sem hefna sín á fyrrandi eiginmönnum sínum sem yfirgáða þær fyrir yngri konur. Diane Keaton og Bette Midler leika 2 þeirra, þessast 3 konur. En hver leikur 3. konur? Ég hef alveg heyrt þessa mynd, sko. Já, hvað er það að grænja? Ég veit Allar á coverinu? Ég veit ekkert hvað leikur í þessu, ekki Nei. séns. Þannig ég ætla ekki eins og að reyna ekki, sko. Ég er Þú ekki bara, með það er bara no comment, pass, Ísrael. Goldie Hawn. Þetta er Goldie Hawn. Jesus, ekki giska, sko. hann er að hala þessu. Sorry. Egil, leikstjóraspurning. Já, please, Og mér come veist að þú er að vita allt líka eins og Teitur. Já. Einu sem þarf ekki að vita allt er Ísrael. Sem veit. Það er óheppilegt. Leikstjórar, hver leikstýri One Flew Over the Cuckoo's Nest sem kom út árið 1975? Það er Milos Forman. Það er Milos og Forman. Rétt sjá þér. Mjög góð. Egil, úr hvaða mynd er þetta? It's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Godfather 2. Part 2. Right? Nei, Luca Veitu, ég er að hugsa á orðum bróðans. Godfather 1 bara. Já, rétt. Já, það var að regla. Ég var svo nátt að segja. Valla að gefa mér þetta, sko. Ég veit jú. Þetta Ég ætla að hætta að anda, ég bara... Ég fór strax í Freydó bara. Ég bara, já, Freydó er eitthvað í vatninu eitthvað. Ártöl, Egil, hvaða ár kom Black Hawk Down út eftir Ridley Scott? 2004, alltaf ekki, sko. Ránt. Er það ekki núna... Er það ekki Ég, Ísrael? jú. Er það Ísrael? Nei, þú. Teitur. Já, oh my god, bara 2003. Ránt. 2001. Fucking! Það virka ekki að gera sama taktík og Nei. ég, sko. Þið verðið eiginlega að ná ártarspurningunum, annars tekur hann Já, já. það er bara þannig. Ok, þannig að þetta er Egil, Okay. Ísrael. Það er ekki að fara að Við rúlum stela þessu í gegn. Þið er ekkert alveg þreyttir það. Nei. Nei, við erum alveg Feskir, sko. Glaðavagandi. Ég þess að spyrja ykkur, eru þið tímabundin? Ok, Ísrael, sko, með þína framhjörstu hérna, framan á, þá býst ég bara að þú fóða bara allt. Bara 10-10 hérna. Já, Ég er ekki eins og veit að stöðuna. Tveir flokkar sem er svolítið erfið. Það sem að við myndum vita í þessu er eitthvað sem hann veit 100%. Já. Þetta er ekki sem þú veist sem, jú, Ég held hann ekki. veit ekki. Kemur ljós. Nei. Ísrael, almennar spurningar. Hvaða fræga hljómsveit samti nokkur lög fyrir stórmyndina Highlander frá 1986? Queen. Þessi á að vera létt. Veldur rétt. Þú fær 4 valkosti. Hvað heitir illmennið í málverkinu í grínmyndinni, eða gríndraugamyndinni Ghostbusters 2 frá 1989? Heitir hann Gozer, Viggo the Carpathian, Súl eða Flat Teppis? Þetta er B. Viggo. Já, rétt. Já. Þetta er rétt. Það er svo langt sinni þessar myndir, sko. Hvað sem annars sætið það? Já. Íslenskt. Hvaða þekkta grínleikona leikur Örnu í grínmyndinni Top 10 Must frá 2024? Er það ekki... Er það Helga Braga? Já, það er ekki fræga. Já. Ég er svo, áður maður kemur bara að því, ég er svo léleg með íslensk leikarana, það er bara ekki fyrir Þú er það, þá lærur. Já. Þú ert að læra helling. Mjög lært á fríkt, sko. Gott spil, mjög lært á fríkt. Ísrael, íþróttamyndir. Hvaða íþrótt er í forgrunni í 2006 myndinni Glory Road? Veit ekki hvað mynd þetta er. Ég er að elska íþróttamyndaflokkin þó ég sé sjálfur frá. Ég var að segja bara golf. Golf er rámt. Er ekki núna Teitur, eða þú náður ekki að því hann náði öllum hinnum. Er þetta amerísku fótbolti? Rámt.
Egil. Glory Road. Finnst það gaman að pína menn hérna. Hvað með eitthvað íþrótt? Þetta er nú bara gisk, það veist ekki. Já, segjum bara venjulegu fótbolti, ekki amerísku fótbolti. Það er ránt, þetta er körfubolti. Ísrael, 90s. Hver leikur morðóðu húsmóðurina í svörstu grímyndinni Serial Mom? Þetta er hann að vánafni stóluhausnum mér. Ég er að fræðast svo marga myndir sem ekki að vera til. Það var líka point að læra líka að spilinu. Kathleen Turner. Ekki súgótt með... Jú, Kathleen Turner, ekki? Já, rétt. Jú. Hvernig? Hvað var að gera þetta? Ég var til að klappa Ísrael. Okay. Break, sko. Oh my god. Leikstjórar, Ísrael. Hver leikstýrði Zodiac sem kom út árið 2007? Wow. Það er David Fincher. Já, rétt. Það var að þykjast vitið ekki svona. Hvað heitir hann aftur? Hann var að hugsa að þetta getur ekki verið svona öðvöld. Já, ég var að spáða. Sæði ekki sett. Ok, Ísrael, úr hvaða mynd er þetta? He doesn't want us to cut through our chains, he wants us to cut through our feet. Ég actually veit þetta! Er þetta úr eitthvað horrormynd að... Ég get ekki svarað því. Ímyndar að ég er ekkert gæðin sem samt í spili. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég er bara frændið, við erum bara bústa núna. Ég veit eitthvað að ég ætla bara að gíska svo. Fuck my life. Það er bara að gíska gott í bláin. Ég er nefnilega ekki horrorgóð, þannig að þetta hljóma eitthvað. Ártöl, nú reynir á hann. Okay. Ángríns, nú reynir á hann. Ár kom Matrix út, nei. Nei, nefnilega ekki. Hvaða ár kom, leið mér að klára, Jumanji, Welcome to the Jungle út eftir Jake Kasdan? Þetta er 2000 og ekki klára. Ég ætla að segja... Stúta mæknum minni. Fyrirgefið. Hvað er með Artal? Þú ert ekki að tala um Robbie Williams myndina, þú ert að tala um Dwayne Johnson myndina, ekki? Hvaða á? Ég endurtek, ég get ekki svarað þessu. Já, ég ætla að segja 2016. 2016. Ránt. Það er ekki rétt. Þú ekki næstu? Fuck. Það er annarkvort... Hvað er með eitthvað ár? Ég á að... Veit þetta. Hún var að keppa við ykkur mynd og stóð sér vel. Ég held að hún var að keppa við Last Jedi. Ok. Last Jedi sem var 2018. Hvað séu? 2018. Ránt. 2017. Rétt. Það var hitt, gíski mitt! Það hefur alltaf verið með það. Ok, Ég var eiginlega ekki... klárum þetta. Teitur, Ok. fyrir hrætt í gegnum þetta. Almenna spurningar. Já. Hvert er fyrra nafn fyrirsættunar Zoolander í samlindri kvikmynd? Derek. Já, rétt. Nice. Veldur rétt, hver leikur Robert Ford í vestranum The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford sem kom Hann út 2007? Þú fær valkosti? Þetta er Casey Affleck. Þú þarfst ekkert valkosti. Þetta er Casey. Íslenskt, hvað heitir leikonan sem leikur Evu Lind í kvikmyndinni Mýrin? Hún Silvía Nótt. Oh my god! Hún Elskat, það tekur þetta alvarlega. Býtu, hún heitir... Ég held að það sé mér þess að frænka mín. Já, sæt. Hún heitir... Ég þarf að svara. Já, Stóla úr þér. Já, Þú heldur sérst með þetta en mannst ekki namni, ertu talað það? ég veit hvað hann heitir. En já, ég bara... Verður að segja pass. Er þetta ljósin? Það er verið að þrýsta hérna. Hún heitir, býtu, hún heitir Ágústa, eitthvað. Oh my god! Ágústa Eva. Já. Ég vissi þetta ekki fyrir hún sagði Silvía Nótt. Já, Ágústa Já, þá eru fattan það. Var þetta ekki með þess að Ágústa Eva Erlendsdóttir? Jú. Já, einmitt. Wow. Íþróttamyndir. Já. Matthew Modine leikur íþróttamannin Loden Swain í 80s myndinni Vision Quest. En hvaða íþrótt stundar Loden? Í Vision Quest. Já. Þetta er svolítið þekkt mynd. Hafnabolti. Handbolti. Hafnabolti. Hafnabolti. Það er rámt. Það er mitt gæski, ég veit ekki.
Vision Quest. Ég að fíla hvað þið ekki alveg að fatta þessar íþróttaspurningar. Alla myndir sem búin Af hverju heldur sjómars flokkinum út? Það verður þú voru að koma hann setna. Já, ok, ég skil. Hendi svo bara íþróttaflokkspurningum. Gondum, já, það verður ekki aftur. Ég veit, Vision Quest. Hvað þarftu eitthvað mikið vision í? Ég veit það ekki. Ég elskar hvað þetta ekki titlan svo bókstaflega. Eins og stikkið, það lítur eitthvað prik í. Því ég bara blanka með orða sem ekki pröfum að blanka bara íþróttir. Egill, hvað er með það? Bara golf. Golf? Já. Það er ránt. Ég segja bara íshockey. Það var glíma. No way. 90s, Teitur, hvað heitir strákurinn sem á Woody og Buzz í Toy Story? Andy. Eða Addi. Já, með bæði hérna. Leikstjórar, hver leikstýrði Repulsion sem kom út árið 1965? Oh my lord, var það hann fucking Roman Polanski? Það var fucking Roman Polanski. Þessi var svolítið snúin, sko. Það er skemmtilegt. Úr hvað mynd er þetta? What I learned in the dream clinic. That's what I'm trying to prove, mother. Rod didn't kill Tina and he didn't hang himself. There's this guy, he's after us in our dreams. Ég var að horfa á þessu mynd. Held ég. Nei, wait. Ha? What? He's after us in our dreams. Er þetta Nightmare on Elm Street? Já. Þetta var svolítið gefið, eða ekki. Þú þurftir aðeins hugsa svo. Já. Teitur, ártal. Hvaða ár kom Ben Hur út eftir William Wyler? Ben Hur, hún kom... Oh my god, sko. Þetta veit þessi gæði, sko. God damn it. Þetta er Óskarsmynd. Já. Kemur strax í hjónum. Oh, shit. Ég fæði að svara undan, just in case. Þetta er sko 1900... Ben Hur, er þetta svona gaman? 1952. Ránt. Ef að leifa Agla var undan. Já. Fyrsta sem ég dætti út á yngri ástu var 62. Ránt. 1959. Nálagt í. Egill, spjaldið þitt. Eigum við eitthvað að vera aðeins. Finnst þú þetta leiðilegt? Nei, þetta var ógeðslega gaman þegar ég kemur út af vinum mínum og ég fekk klára það. Þú rústaði. Ok, Egill, þú ert náttúrulega að berjast við hérna heldig góð. Almennar spurningar. Hvaða fræga fyrirsæta og raunveruleikastjarna leikur Paige í hryllingsmyndinni House of Wax frá 2005? Paris Hilton. Það var Paris Hilton. Það er rétt. Veldur rétt, þú færð valmöguleika, ekki nú að vita bara svarið. Hvað kallast liðið sem góðu vélmennin tilheyra í Transformers? Er það Decepticons, Autobots, Battle Robots eða Cyberbots? Það er Autobots. Roll out. Íslenskt. Oh god. En þið takkja þeir, sko, ég skýði fyrst flokkin íslenska myndir. Já. Svo breytti ég. Því að opnaði aðeins svona eins og hlumast þessi spurning. Það er bara gerðar 20 myndir á Íslandi. Það var fucking erfitt að gera 125 þannig spurningar. Egill, hvaða íslenska söngkona söng lagið Gollum Song í Lord of the Rings The Two Towers? Íslenska söngkona? Ég veit ekki þetta, sko. Ég er ekki Lord of the Rings fan, þannig að þú ert að horfa á mig bara Ég held í munið þetta, sko. Gollum's Song. Lagið hérna. Sko, ég segi bara Björk. Ránt, Ísraeldur með það. Minnum þetta hefur Emilian Turini. Það er rétt sér. Ekki Ég held þessi. að fá þetta ekki, sko. Íþróttamyndir og Warren Beatty, held ég maður að segja, er það ekki? Beatty, ekki Betty, Warren Beatty, lék ameríska fótboltamannin Joe Pendleton í kvikmynd frá árinu 1978. En hvað heitir kvikmyndin? Þetta er fræmið. Ég hef ekki áhuga á íþróttamyndum, það er bara pínum málið, sko. 1978, ekkert... Það er svolítið erfið, ég veit ekki Amerísk fótboltamynd. Erfið Ari. Hann lék ameríska fótboltamannin. Hann er að spila ameríska fótbolta. Lék ameríska fótboltamann. Ég hef ekki séð þessum mynd samt. Nei, ég ætla ekki að reyna, sko. Þú passar þetta. Ég passa þetta. Er það ekki á Teitur? Þú veist hvað myndið er? Nei. Nei, ok. Hvað heitir hann?
Hann? Já, Karakterin eða leikarin, Warren Beatty? Já, og hvað er karakterin? Joe Pendleton. Og hann spilar amerískan fótbolta. Já. Þetta er, ég ætla að segja, Touchdown eða eitthvað. Er þetta leiðasti flokkurinn? Fyrir mér er þetta. Ég ætla að segja, þú veist, já, The Last Run. The Last Run er Gott giss. þú veist þetta. Ég held þetta sé Heaven Can Wait. Það er rétt. God. Shit. Hann er búin að... En þú veist, það getur ekki sagt að vissum mikið að það myndi gerast. Já, það er En við erum samt gana að testa hann. Ég vildi testa hann almennilega. Ok. Leist þú ekki með þetta? Jú. 90s. 90s. Já. Hvað heitir leikarin sem leikur öryggissérfræðinginn John Cutter í hasarmyndinni Passenger 57? Hvað heitir leikarin sem leikur öryggissérfræðinginn John Cutter? Heldur maður sé ekki lögga. Það var eitthvað að googla það eins og heldur sé eitthvað svona security specialist. Passenger 57, 90s mynd. Þetta segir mér að þú... Ég var heyrt hana titill. Þú er ekki séð hana? Ég hef ekki séð hana, ég veit ekki hvernig henni. Það er giska. Veit ekki hún eitthvað segja Hvað fæ ég ekki þetta? Segjum bara Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Var ég ekki gíska síðast? Varst þú að giska síðast? Það ekki, því miður. Því ég veit þetta. Jú, þú feist Haven't Can Wait spurninguna. Ísrael? Þetta er Wesley Snipes. Jesus, maður. Ég hef átt að vita þetta. Leikstjórar. Já, Þetta átt að vita. Please. Hver leikstýrði Antichrist sem kom út árið 2009? Anna Lars von Trier. Lars von Trier. Ok, setning. Úr hvað myndir þetta? What's he doing? Go back there, man. Go back there, man. He wants to kill me so bad he can taste it, huh? Erika. Núna gefur eitthvað lukk eins og ég veit hvað það er fyrst, núna. Og ég bara veit ekki hvað þetta er strax. Erika. Svo góð mynd. Þetta er frækt atriði og fræmynd. Já. Ég hef heyrt eitthvað sagt, sko. Ég bara man ekkert. Ljósinn maður. Ég bara... Heitinni. Ég er ekki að fóta þig. Ég er meira bara, akkur ég veit ekki. Þú farið þetta smástu. Hvað með þetta einu svona enn? Bara upp á flippið. What's he doing? Go back there, man. He wants to kill me so bad he can taste it, huh? Erika. Nei, ekki séns. Pass, teiturst með það. Dog Day Afternoon. Ég sé það þá. Jú, það er rétt hjá. Þú náttúrulega elskar Dog Day Afternoon. Ok, Frábær. nú kemur önnur spurning. Árdal, síðasta þín, Egill. Nemo stelur eftir. Hvaða ár kom Cinema Paradiso út eftir Giuseppe Tornatore? Þetta er uppáhaldsmynd vina míns, ég veit samt ekkert hvernig hún kom út. Ég held ég viti þetta maður. Oh my god. Hún er í svarthvítu. Ég held ég að sé þess að myndi á lítill. Eitthvað, ég ætla án þess að fara að ofhugsta, eitthvað við mig segir 1958. Rámt, Ísra, ert þú með það? Ég er ekki alveg viss, ég held 989. Nei, 89. ég held að sé 88. Er hún svona ný? Rétt á teitis! Er hún svona ný? What? Já, ég ætla að segja að það muni Herðu, ég vil að allir hérna sjá þetta. Ég tók ártalsspurningu. Það er búin til klippu. Í gegnum sko 3 eða 2 hérna. Þetta var ekki nóg gott. Ísrael, förum að klára þetta. Almennar spurningar. Hvaða fræga tónskáld fjallar kvikmyndin Amadeus? Wolfgang Amadeus Mozart. Herru, þú ekkert að vala þetta skál. Veldur rétt, þú fær valkosti. Hvað heitir þriðja Bad Boys myndin? Heitir hún Bad Boys 3? Heitir hún Bad Boys The Third Right? Bad Boys for Life eða Bad Boys Forever? Bad Boys for Life. Þetta var öðvöld. Þetta er fyrstu bókin. Já. Ég bara ekki pæli mér, ég bara solt. Bad Boys geggjaða myndi, sko. Ég ekki sammála því. Ok, íslenskt. Hvað heitir þekkti grínleikarinn sem leikur aðalhlutverkið í myndinni Stóra planið? Það er hann... Pétur Jón. Það er rétt. Jesus, þú fucking... Þú fyrir að búið til eitthvað svona ekstra erfað. Já. Íþróttamyndir. Hvað heitir leikonan sem leikur Lizzie Bradbury í tennismyndinni Wimbledon frá 2004? Þetta... Ég ekki sé þessa mynd. Það er flott. Og veistu þá ekki svarið? Veitu, hún heiti, þetta er Paul Bettany
Þetta er Kirsten Dunst. Já. Ok. Ég vissi Ég var ekki alveg veist. Ok. 90s, hvaða fræga leikona leikur Tinkerbell í myndinni Hook? Julia Roberts. Þú veist náttúrulega allt 90s. Leikstjórar, hver leikstýrði dramamyndinni Lof mér að falla sem kom út árið 2018? Þetta veit ég. Hann hefur kent mér. Ég verð bara að passa þetta. Já! Ég er bara... Er það ekki þá Teitur sem að... Fuck. Ég held að já. Baldvin seta. Já. Hvað stendur seta fyrir? Sófan. Já, ok. Ok, setning úr hvaða mynd er þetta? Team, if the Durkastanis have weapons of mass destruction, I'm afraid it could be 9/11 times 1,000. Þetta er rosalega setning sem ég heilt. Ég finnst það að finna setning. Wow. Takk fyrir Það er alltaf þegar ég lesa hana. Er þetta eitthvað Team America World Police? Já, þetta er það. Gljóma ekki það. Oh my god. Ísrael maður, úff. Ártöl, hvaða ár, Ísrael, kom The Terminator út eftir James Cameron? Það er 84. Shit, maður. Þannig ekki bara fróður, hann er góður að gíska líka. Jesus, maður. Þurfum við eitthvað að tæla í þessi stig, menn að ég er ekki bara Ekki bara annarsæti. Og ég held að spáð mín var bara rétt, sko. Ok, byrjum hérna. Sjá, ég ætla bara, því ég er búin að skipta ekki máli hvað er hvað, því ég er búin að skrifa allt niður. Okay. Ég er bara svona, í byrjunlega bara stop the count. Talið þið bara eitthvað hérna, fannst ykkur þetta skemmtilegt, fannst ykkur of erfitt? Ekki of erfitt, sko, þetta er svona skemmtilegt. Það er allt öðvöld fyrir því. Já. Nei, samt ekki, það var þú flaskaði alveg smá. Já, mér fannst íþróttaspurningarna erfiðastar. Já. Það var svona, ég náðast alla myndir sem þuldur upp nema síðasta, ég hef aldrei bara heyrt sko. Var það þess. Það er gott. Þetta er alltaf ekki of auðvelt. Þannig að nú veit ég alltaf að núna alltaf stikkið þetta, sko. Já. En svo er alltaf líka eitt, ég hef auðvitað valdi sjálfur þessu spurningar. Af 1000 spurningum. Auðvitað viljandi var ég ekki með, kannski alveg beint, hveleg Forrest Gump. Já. En það er í kannski spilinu, skiljiði. Þannig að þetta gefur ekki alveg heildamynd af öllu spilinu beint. Og svo er auðvitað erfitt líka því að ég kannski ger þetta fyrir aldursóp 12 ára upp í 80 ára eða eitthvað. Og það er auðvitað svo misjant hvað fólki finnst erfitt. Mér finnst allt auðvelt sem ég veit, skiljiði. Ég fýla að þetta var gæt líka, fara eitthvað svona Ben-Hur, Transformers, þetta er alveg svona... Já, og svona reyni ég að hafa auðvitað kannski meira frá 90 upp í 2025 eða eitthvað, versus frá 1950 til... En það er samt alveg, ég er búin að strá alveg inn í spili líka svona gömlum, skiljiði. Ok. Ísrael er með hvað, 1000 stig. 10 out of 10. Sjáu ekki eftir ég að hafa leyft mönnum að stela? Jú. Þetta spilur allan bara jólagjöfin frá mér í ásko. Gætir í rauninni gert þetta þannig að þú sko sem ert að gera, ef þetta á að vera svona, þú veist, að þú ættir að velja hver ætti að fá spurningur. Cinema Paradiso er ekki eins og nýjum svarkvætti. Þú veist, ef að þú myndir ekki vita svarið og það væri kannski eitthvað Star Wars og hann væri Star Wars nörd, þá myndir þú segja, nei, ég veit að þessi fá spurninguna sem veit minn Star Wars. Já, þú veist, til að reyna. Já, það er líka planið, pælingin er að ef að þið verða að spila sem einhver vinahópur, og segja eins og þú veist þann meil, þú kannski spila vinið þínum, þú kannski veist meira en þeir, þá gætu þeir alveg sagt bara, þú fær ekki þennan flokk. Eða þú veist, þetta er alltaf auðvelt fyrir þig, en að fá valmöguleika, gleymdu því, þú veist, það fer ekki fyrir okkur eða eitthvað. Eða, þú veist, getur þú kannski svona einhvern veginn valur, pælingin að þú getur bara leikist með það og spila á mótökunum erfiðum, eða sem veit mikið. En ég vildi líka hafa þetta þannig að ef ég var að spila þetta, eða þú veist, Ísrael eða þið, kvikmynd áhugamenn, að það sé ekki bara allt bara Forrest Gump, Tom Hanks, Jurassic Park, Steven Spielberg. Þið stoppuðu alveg einhver staðar, skiljið. Það var svona pælingin. Mjög gott. Mjög gott flæður. Já, geggjað. Hörru, ég var búin að telja hérna... Þú eru að segja hversu mörg stefur, ekki bara nóg að segja sæti. Við vorum mörglega bara mjög náðu. Er það samt? Já, hlýtur að vera. Þú náður öllu mínu hana? Nei, þið? Nei, ég man það ekki. Ekki hóra, ég alveg búinn. Takk fyrir að vera þólum á því sem er að hlusta á þátt. Þetta er svona auka þáttu bara. Já. Ok. Já.
Ég var til að spila heilspila þessu. Já, helst í október. Wait. Mér finnst að, já, ég veit ekki, það var geðvægt að það væri eitthvað svona, þú veist, eitthvað stig sem þú þarft að ná upp í eða eitthvað, þú veist, ef þetta væri einhverju bunkar sem þú þarft að, það væri eitthvað svona endgól, sko. Það var alveg gaman, ef það væri option. Já, málið, ég mun setja eitthvað svona viðmið, eitthvað, mælt með 5 umferðum, eitthvað svona, eitthvað blabla, þú veist. Ég mun gera það þannig að fólk getur svona, að ég mun hefa eitthvað svona bækling, bara eitthvað stuttar leikreglur. En svo náttúrulega getur þið gert, bara sem er trivial, ég fer aldrei eftir reglunum þar. Nei, það er bara geðvægt að hafa með, þú veist, reglur, eða þú veist, tillögur að reglum. Já, það verður pælingir, sko. Já, það er mjög sniðugt. Egill 8 stig, Teitur 14, Ísvel 20. Ég sagði þér það, sko, það muna alveg miklu, sko. Getur ekki að hafa miklu með 8? Ég er ekki til þetta aftur. Ok, þetta var spurningaspilið sem ég ætla að gefa út fyrir jól. Það er planið. Ég er líka, sko, ég er að setja press á mig. Núna verði ég að gera þetta. Já. Þú getur náttúrulega bara slepptið að gefa hana þátt út, en... Hvað viltu að ég gera það? Ég lendi í öðru sæti, þannig að... Ég er að grínast.